ætla að leysa með ykkur dæmi 171. Það sem er uppgefið í hóp eru 7 karlar og 6 konur. Nú kjósa 5 manna nefnd, þannig að það séu að minnstakosti 3 karlar í henni. Á hve marga mismunandi vegur hægt að gera þetta. Og nú erum við komin í dæmi þar sem að stendur að minnstakosti. Og ég ætla að setja þetta hérna upp á ákveðin hátt. Og það þurfa að vera minnstakosti 3 karlar. Það þýðir þó ekki það að það megi bara vera 3 karlar. Að minnstakosti þýðir að þeir geti verið 3 eða fleiri. Þeir gætu verið 4 og þeir gætu jafnvel verið 5. Sem það bara kallar í nefndinni. En ef svo væri að þeir væru bara 3, þá væru 2 konur í nefndinni, að þetta er nú 5 manna nefnd. Og ef karlarnir veru 4, þá væri 1 kona. Ef karlarnir veru 5, þá væri engin kona. Þannig að það er nauðsynlegt að setja þetta svona upp til að byrja með. En við skulum þá skoða. Þetta er bara venjuleg nefnd. Það er engin ákveðin hlutverk í þessari nefnd. Þannig að það er engin röð. Þannig að ég ætla að nota kombin til að reikna þetta. Ég ætla að staðsetja mig hér. Og ég ætla svo að sýna ykkur hvernig þetta að gera þetta svona á sem fljótlegastan hátt líka. Þannig ég ætla að byrja á körlunum. Þeir eru 7. En ég ætla að velja 3 þeirra. Og í staðinn fyrir að skrifa 3 hérna, þá ætla ég að velja hérna úr listanum mínum. Svona. Og svo ætla ég að markvelda þetta við. Svo ætla ég að markvelda þetta við möguleikana á bak við konurnar. Og konurnar eru 6 talsins, svona. Ég ætla að velja 2 úr listanum hérna hjá mér. Þetta er þá fyrsta niðurstaðan. Og þar sem ég valdi inn í reiknifallið mitt hérna, í staðinn fyrir að skrifa 3 eða 2, þá get ég dregið niður og sami útreikningur gerist á hér og líka hér. Nú erum við 3 mismunandi niðurstöður út frá 3 mismunandi uppsetningum að nefndum. Og til þess að hafa heildarniðurstöðuna sem er í svarið okkar, þá legg ég þessar 3 saman. Svona. Færi svo svarið hingað og stend eftir með rétt svar og dæmið er búið.